Lárus Jónsson. Valli 6 stiga sigur, fyrstu viðbrögð eftir leik. Rosalega ánægður og bara stoltur af strákunum. Mér fannst þeir spila rosalega góða vörn eiginlega bara allan tíman í kvöld og það var lykillinn af þessum sigri. Það er ljóst að strákarnir okkar, þeir ætluðu sér stóra hluti í kvöld, þeir komu gríðarlega einbeittir og grimmir til leiks í fyrri hálfleik. Já, mér fannst svona lykillinn af þessu sigri var við héldum Fjölni í 80% tryggjarstaða nýtingu og við tókum fleiri frákastöldur en þeir og það var eiginlega svona lykillinn af þessu fannst mér. Þannig að þetta var eiginlega bara vörnin og frákastun sem skópuna sigur. En svo náttúrulega eins og þú spáði fyrir leik og sagðir að Fjölnismenn eru með gríðarlega öflugt sóknarlið, þeir komu tilbaka og létu ykkur hafa fyrir hlutunum. Já, þeir geta skora bæði fyrir innan og fyrir utan. Þannig að það er mjög erfitt að verjast þeim. Þú verður eiginlega að velja annarkvort stoppar það þá fyrir utan eða inni og við ákveðum að stoppa það fyrir utan í dag og það virkaði. En eins og þú segir, þeir komu mjög nálægt okkur og leikurinn var bara mjög spennandi. Fjölnir er með mjög gott lið. Já, þetta er eins og þetta var skemmtilegu leikur, alveg sama hvernig hann er lítið og náttúrulega svo lítur þetta að vera gríðarlega sterkt og ánægjulegt fyrir ykkur að svona inn í framhaldi að vera búin að leggja þá tvisvar í vetur. Já, í rauninni það náttúrulega skiptir rosalega miklu máli út af þetta þreföldu umferð. Það eru búin að taka á tvisvar út af því við eigum það á útivelli. Þannig að við vorum svo óheppnir að lenda þrisvar á móti Fjölni og tvisvar á útivelli. Fjölnir verða mjög ofalega í vetur, við sá það alveg í kvöld. En við ætlum okkur það líka. Já, sjálfsögðu. Ég held svona að Fjölni þeir eru örugglega besta sóknarliðið í deildinni. Þannig að til þess að vinna Fjölni þá þarftu bara að spila rosalega góða vörn og við náðum að gera það. Ég var rosalega ánægður, ég var bara stoltur af varnarleiknum með strákunum. Svo bara að halda áfram. Já, svo er það bara næsti leikur og það er Selfoss úti og þeir eru búin að vera á skriði og Chris Kjert, hann er byrjað að spila fyrir það og hann er náttúrulega hann er engin fyrstdeildarleikmaður, hann er náttúrulega bara úrvalsdeildarleikmaður nýkominn frá stólunum Þannig að það þarf að hafa fyrir ljótunum þar líka. Já, það er mér finnst þegar þeir fóru á Egilsstaði og unnu Hött þar, þannig að við þurfum bara að vera tilbúnir og gefa allt í leikinn og bara eins og við vorum að gera í dag. Þegar menn eru bara að fórna sér í vörninni, skutla sér alla bolta, koma inn og tilbúin til að henda sig í frákostinn, þá gerast góða hluti, þá kemur sóknin og allt þetta flotta sem allir aðrir að tala um. Og nú kemur það þér að halda strákunum á tánum milli leikja og missa sig ekki? Já, ég held að þeir séu ekkert að fara að missa sig. Ég held að þeir séu svona fókusera á það að halda bara dampi fram á jólum. Þetta er líka svo stuttur tími, þeir geta, hvað er tímabilið hjá okkur? Þetta er nú ekki nema einhverju 6 mánuði líku við sem eru að spila körfubolta. Þeir geta bara að hugsa um körfubolta í 6 mánuði, svo með bara hugsa um eitthvað annað eftir það. Bara alveg svo við vilja? Já, alveg svo við vilja. Mér er alveg sem hvað ég gera fyrir það. Fyrir utan tímabilið. Til að mikið við 7. kvöld. Sömuleiðis.